Ég er búinn að vera í fótbolta bara alveg frá því 8. flokk og búinn að gera alls konar, fara fullt af mótum og svona, læra fullt af þeim, gera fullt, vera með fullt af andstæðingum, með liðsfélögum og alls konar. Mér finnst það sem er að standa upp úr er N1 mótið, Íslandsmótið bara sjálft, svo er það orkumótið. Orkumótið var í Vestmannaeyjum, N1 var á Akureyri og Íslandsmótið er bara allt Ísland. Og svo ertu búin að vera að taka þátt í alls konar maraþonum, hvernig byrjaði það? Mamma minn og pabbi voru alltaf að hlaupa í langhlaupum, 10 kilometra og alls konar. Og ég var alltaf að horfa og sjá þau vera að hlaupa. Beið alltaf eftir að ég fengi tækifæri mitt til þess að gera. Fekk árið 2004 að hlaupa og vildi fá að hlaupa fyrir eitthvað sjóð. Og ég valdi minningarsjóð Ölla af því að ég sá fyrir hvað sjóðurinn starfar og hljóp með mömmu af því að ég mátti ekki hlaupa fyrst einn. Svo hljóp ég í annað sinn og hljóp aftur fyrir sjóðinn og safnaði mest. Fekk hennan hér. Hvað safnaðirðu miklu? Ég safnaði 170.000. Ætli það hafi ekki verið. Og svo ertu búin að vera að gera eitthvað fyrir sjóðinn, ertu ekki eitthvað svona fulltrúi eða? Ég er búin að fara að taka á móti afhendingu frá Blue sem þau eru búin að safna frá góðgerðarfestinu. Og sjóðurinn fekk 2 milljónir í styrk. Og já, ég tók á móti. Já. Þannig að þú ert svona fulltrúi þeirra? Já, svona. Ég verð beðin að koma og taka á móti ef það er eitthvað. Og hvað hljópstu langt í sumar? Ég hljóp aftur 10 kilometra. Ég er ekki nógu gamall til þess að hlaupa 21. Hvenær máttu hlaupa 21 kilometrar? Ég held að það sé þegar ég er 14 eða 15 ára. Og er þetta ekkert mál? Ef þú kannt þetta og þú ert að læra og æfa þig, þá ertu góður í þessu, sko. Líka þolið þitt, þá ertu góður. Og finnst þetta hjálpa þér sem fótboltamanni að stunda langhlaup? Já. Ég get alveg hlaupið lengra í leikjum og svona. Miklu betra að hlaupa og svona. Hvaða stöðu spilarðu í fótboltanum? Ég spila mest svona á vinstri kant eða eitthvað staðar svona frammi. Og ertu marksækin? Já, ég skora mjög mikið af mörkum. Síðustu 4 leiki er ég búinn að skora 11 mörk, held ég. Það er ekkert lítið. Nei, alls ekki. Svolítið mikið. Í hvaða flokki ertu? Ég er í 4. flokki og er að spila fyrir Keflavík. Og hvað eru margir sem eru að æfa með þér heldur? Þeir eru sirka 74 sem eru að æfa með mér. Og þetta er ekki góður hópur? Já, þetta er bara mjög góður hópur. En svona fyrir utan íþróttina, ertu með einhver önnur áhugamál? Ég er með áhugamálið að vera í tónlistarskóla. Og hvað spilar þú þar? Ég spila trompet og er í lúðrasveit og léttsveit og já. Og er þetta eitthvað sem þú svona sér fram á að þú munir stunda áfram? Ég mun örugglega halda áfram í því. Bæði fótbolta og tónlistarnámi? Já, ég ætla að gera það. Glæsilegt. En ef við svona hugsaum tilbaka, hvað svona á þínu fótboltaferli, hvað stendur upp úr? Hvað er svona eftirminnilegast af öllu sem þú hefur lent í? Eftirminnilegasta sem
ég man eftir á mínu fótboltaferli var N1-mótið þegar við komumst í undanúrslit og vorum með leik, bara hörkuleik og það var verið að taka upp leikinn. Einu völlurinn sem var verið að taka upp og það eru svona 7 mínútur eftir á leiknum og ég ætla bara að láta vaða bara frá miðju og skora, slá hann inn. Og bara það trillist allt inn á vellinum. Svo komumst við í úrslit og þá kepptum við á móti þeim sem við kepptum á undan öllu hinu og unnum þá 5-2. Unnum þá 5-2 og ég var með þrennu og fekk maður leiksins. Þessi tveir fyrir sig. Og í úrslitum þá unnum við og fengum þennan hér líka. Glæsilegt. Það er bara það eftirminnilegasta sem ég man. Og hvað stefnir nú langt í fótboltanum? Ég ætla bara alla leið. Atvinnumennsku og... Já, ég ætla að fara bara út. Eitthvað sérstakt lið sem þið dreymir að spila með? Mér langar mjög mikið að spila fyrir Kaupmannahöfn að minnsta kosti.